það að sannfæra unga krakka það að vera loftslagskvíðinn og vera kvíðinn yfir öllu og að hafa engin áhrif á þig að vera mikið í símanum og að ASÍ mæti alltaf þegar einhver ræður einhver krakka í vinnu við það að vera í sveiti eitthvað, það var ASÍ mætt bara ertu í barnaþrælkun. Ég meina það var ekkert barnaþrælkun hérna áður, ég veit til þess að fólk á aldrei við þig og pappa og aðra. Þeir voru bara mættir út á Akur til þess að sjá fyrir sér og fengu jafnvel bara borgað í einhverju mat eða einhverju öðru. Þú veist, þetta viðhorf fólks það að ungi krakkar eigi bara að vera hérna heima hjá sér að vorkenna sér og svo náttúrulega ráða foreldrarnir ekkert við á þetta því að það er ekki búið að ala það upp. Við erum að sannfæra það á að þeir geta orðið íþróttamenn eða þeir spila nægilega mikið af tölvuleikjum en það er búið að nei, það er bara, krakkiinn er bara tölvufíkill. Nei, hann er íþróttamaður. Þessi krakki er ekkert íþróttamaður, hann er bara tölvufíkill eins og ég var. Þessi dellan þetta og að vera einhvern veginn í alltaf að því að atvinnusköpun sé einhvern veginn svona tortryggileg út af því að þeir eru kannski ekki að greiða nægilega mikla skatta hérna eða er í atvinnuuppbyggingu. Þetta hefur bara stórkostleg menningarleg áhrif þar sem að við erum öll að fara að vorkenna okkur til velmegunar og að endingu náttúrulega sko, snýst þetta upp í andhverfu sína og mér finnst við reyndar að vera komin svolítið á þann stað. Mögulega mun þetta réttast af núna þegar það kreppir að og það er orðið töluvert erfiðara, þá getum við ekki verið að niðurgreiða tilvist allra sem að vorkenna sér nægilega mikið. En ég held einmitt að þetta viðhorf þurfi svolítið að hverfa braut áður en við komumst á jafn slæman stað og raunverulega hægt að komast á. Og kannski verður okkur bara þrengt í þetta, kannski verður okkur bara þrengt í það að segja já nei, kannski þurfa bara allir að leggja hönd á plóg og kannski getum við ekki verið að tala niður allt á landsbyggðinni, kannski getum við ekki verið að tala niður alla þá sem eru að reyna að gera eitthvað úr engu og að hugsa bara það hvernig við ætlum að skattleggja ef þeim tekst þrátt fyrir allar kvaðir sem eru sett fyrir fram af ríkisstjórninni að komast í gegnum þann skapl og skapa eitthvað. Þá ætti fyrsta spurningin ekki að vera, heyrðu, hvað fæ ég? Og það er litla gula hænan sem þetta heitir á íslensku. Þetta heitir á ensku litla rauða hænan en á íslensku er það litla gula hænan. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.